701. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Stapa, Hljómahöll 19. ágúst 2025 klukkan 17:00 er settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Guðný Birna Guðmundsdóttir, Guðbergur Reynisson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Róbert Jóhann Guðmundsson, Sigurrós Antonsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir og sá sem stendur hér í forsæti Bjarni Páll Tryggvason. Að auki situr fundinn Hrefna Gunnarsdóttir ritari. Á dagskrá fundarins eru 6 mál og þau eru fundargerð bæjarráðs frá 14. ágúst 2025, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. og 15. ágúst, fundargerð velferðarráðs frá 14. ágúst, atvinnustefna Reykjanesbæjar 2025–2035 síðari umræða, stefna starfsmannaíbúðir á Suðurnesjum fyrri umræða og lokum 7. mál, tómstundastefna Reykjanesbæjar fyrri umræða. Svona í upphafi fundar langar mig að bjóða alla bæjarfulltrúa hjartanlega velkomna aftur á vettvang bæjarstjórnar að aðloknu sumarleyfi og vonast til að við eigum hér góðan og uppbyggilegan 701. fund bæjarstjórnar. Og við göngum á til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem fundargerð bæjarráðs frá 14. ágúst síðastliðnum og það rétt að vekja athygli á því að einnig eru fundargerðir bæjarráðsfunda í sumar frá 27. júní til 7. ágúst lagðar fram til kynningar undir þessum dagskrárlið. Og orðið laust. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og kæri bæjarfulltrúar, verið velkomin úr sumarfríinu, hafið þið fengið það í sumar. Mér langar að fara aðeins yfir vegferðin okkar sem eru fundargerðir bæjarráðs, þótt að þetta hafi verið með fullnaða samþykkt núna í sumar. Það langar mig aðeins svona ympra á helstu málum, en kannski í byrjun bara óska okkur til hamingju með opnun á bókasafninu okkar sem við gengum hér framhjá á leiðninga inn í salinn. Ég hef heyrt bara rosa gleðifregnir að koma hérna inn, þannig ég hvet íbúa til að koma að kíkja á þetta, hafa þið ekki gert það, en formleg opnun fer fram núna á ljósanótt. Nú, ef ég byrja, herra forseti, á fyrsta fundargerð bæjarráðs, fundur númer 1521, það langar með þess að rýna mál 1, breytingar á rekstri þjónusturekinna leikskóla. Þarna var hjallastefnan að segja upp samning rekstur á 2 leikskólum í Reykjanesbæ, leikskólanum Völli og Akri. Þessi leikskóla verða í framhaldinu leikskóla Reykjanesbæjar undir forystu 2 frábæra leikskólastjóra og Akur verður þá áfram rekin í anda hjallastefnunar. Ég vil nýta tækifæri og þakka hjallastefnunni fyrir mjög gott samstarf gegnum árin. Í máli nr. 2 almenningssamgöngur, í þessu máli úrskurðaði kærunefnd útboðsmála á þann veg að undirbúningur á nýjum samningi milli Guðmundar Tyrfingssonar og Reykjanesbæjar gæti haldið áfram, þar að segja undirbúa aksturinn sem hófst núna þann 1. ágúst. Þetta var mjög góð ákvörðun og við fengum heimild til að vinna áfram á samningnum, en Guðmundur Tyrfingsson tók við almenningssamgöngum okkar núna í sumar og bjóðu við það fyrirtæki velkomin til Reykjanesbæjar. Að sama skapi langar mig að þakka innilega Bus4U, okkar frábæra fyrirtæki, fyrir góða þjónustu fyrir sveitarfélagið. Nú, í máli númer 19, breytinga til hagræðingar innan stjórnsýslu Reykjanesbæjar, mig langar herra forseti að vekja máls á þessum lið því hann er mikilvægur. Þessar hagræðingar aðgerðir fólu í sér að við lækkuðum laun bæjarstjóra og sviðsstjóra 10%, ásamt því að kjörnir fulltrúar tóku ekki inn hækkun launa í samræmi við hækkun þingfararkaups. Ef ég man rétt þá hafa kjörnir fulltrúar Reykjanesbæjar á undanförnum 9 árum aðeins tekið launahækkun 4 sinnum. Ég vil taka það fram hér, ég hef ekki lagst inn eina rannsóknarvinnu þetta mál en við erum eflaust einna lægst launuðustu bæjarfulltrúar á Íslandi. En af hverju er að ræða þetta hér, herra forseti? Hér framundan í haust er fjárhagsáætlunarvinna Reykjanesbæjar og er þegar hafin eða farin af stað hjá okkar starfsfólki. Við eigum ennþá eftir að klára risa framkvæmdir sem eru Holtaskóli og Myllubakksskóli þó við séum vissulega komið mjög langt á leið með þau verkefni. Við munum fara af stað með uppbyggingu afreksbrautar þar sem við munum byggja stórkostlega íþróttamannvirki fyrir sveitarfélagið okkar. Við þurfum að fara að byggja nýjan grunnskóla,
helst einn á Ásbrú og annan í Hlíðahverfi. Við þurfum að byggja nýjan leikskóla í Keflavíkurhverfi bæjarins. Við þurfum að hlúa íbúðum okkar á ýmsan hátt, fjölga íbúðum á viðráðanlegu verði fyrir unga fólkið okkar og fyrir tekjulága íbúa, efla vegi og hringtorg vegna mikillar umferðar og ég gæti haldið hér áfram í allt kvöld. Á sama tíma skarð í fjárhagsáætlun núverandi árs vegna hækkun kjarasamninga. Sveitarfélagið Grindavík hefur dregið úr sameiginlegum verkefnum sveitarfélagana. Vinnumálastofnun hefur tekið yfir málefni umsækjenda alþjóðlega vernd. Þétt ákalli frá íbúum að lækka álagningarhlutfall fasteignaskatta sem einn af 3 tekjustofnum okkar sveitarfélags. Á sama tíma, herra forseti, lög í landinu sem banna mismunun eftir póstnúmerum, þannig að fólk heimilt að vinna það sem vill og búa annars staðar. En það sem því fylgir að útsvar kemur ekki til Reykjanesbæjar þegar stjórnir og stöður sem greiða góð laun fylgja oft viðkomandi til höfuðborgarsvæðisins. Og ég velti fyrir mér, ef við ráðum inn besta aðilann og hann eða hún helst býr annars staðar, væri ekki hægt að tengja útsvarið að hluta til við sveitarfélagið þar sem starfið vissulega liggur. Þetta eru hugleiðingar mínar, herra forseti og kæru bæjarfulltrúar, komandi fjárhagsáætlun, út af því ég vil koma því skýrt á framfæri hér að rekstur sveitarfélaga þarf að rúma fjöldan allan af verkefnum, stöðugildum og ávallt með hag íbúa forgrunni, en sökum stöðunar hjá okkur og eflaust öðrum, þá bið ég ykkur í aðdraganda fjárhagsáætlunar að vera ekki með yfirlýsingagleði allt milli himins og jarðar, því við verðum að rýna rekstrarféð okkar til að endurspegla getuna okkar til stækkunar. Við sem samfélag erum í einhverjum mesta vexti sveitarfélaga á Íslandi í lengri tíma og vaxtarverkið kalla á auki fjármagn. Það einfaldlega staðan og hún ekki einföld og hún mun taka á núna í haust. Ég hoppa hér yfir á næsta fund með leyfi forseta, fund númer 1522 og langar að minnast á 2 mál þaðan. Mál númer 1, skjólið húsnæðismál. En þarna heimilaði bæjarráð, reyndar utan fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, endurbætur á húsnæði Grænásbrautar 910 sem Keilir, fyrir skjóli frístund fyrir börn og ungmenni með langvarandi stuðningsþarfir, en skjóli mun flytjast í Keili í haust þegar leikskólinn Drekadalur flytur í sitt húsnæði. Í máli 3, öryggismyndavélar í miðbæ Reykjanesbæjar. Þetta gott mál sem við unnum í samvinnu við embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum. En Reykjanesbær greiddi 2,5 milljónir í verkefni og mun sjá uppsetningu og viðhald vélanna, en þetta verða 6 vélar sem mun vakta miðbæinn okkar. Á fundi númer 1523 langar mig að fagna máli númer 3, frímúrarastúkan Sindri og skrúðgarðurinn í Njarðvík. Þarna Reykjanesbær að gera samning við stúkun að taka sér umhirðu og umsjón með skrúðgarðunum okkar í Njarðvík í nánu samstarfi við Reykjanesbær auðvitað. Svipað samkomulag hefur verið til lengri tíma varðandi svæði okkar hjá Vatnsholtinu, við vatnstankinn okkar fallega, en þarna komin upp krúttlegur lítill skógur sem mjög vinsælt útisvæði meðal íbúa. Ég held áfram, herra forseti, til funda númer 1525, mál númer 1, uppbygging við Víkingaheima. Þarna fasteignafélag að hugsa möguleikann á samstarfi við Reykjanesbæ varðandi uppbyggingu við Víkingaheima. Umrætt félag á þegar nokkra hektar af landi voru að hugsa að stækka þann rey til að reisa íbúðir ætluðu fólki á aldrinum 55 ára eldri. Þeir eru þarna að biðja mögulega 25–30.000 fermetra sem mun þýða 500 íbúðir á svæðið. Ásamt því verið að hugsa að byggja upp útisvæði á staðnum fyrir íbúa. Bæjarráð tók við erindinu og ræddi vel og vísaði til umhverfis- og skipulagsráðs til að ígrunda nánar, þar að segja skipulagshluta verkefnisins. Hér hefur ekki verið samþykkt 1 nýja hafnað. Þetta erindi sem var beint til bæjarráðs og fer nú í rýningu til umhverfis- og skipulagsráðs. Í máli númer 2, búningsklefar fyrir knattspyrnudeild Njarðvíkur, þarna samþykkti bæjarráð að vísa málinu til fjárhagsáætlunargerðar fyrir næsta ár með brýningu að klefarnir verða kominir upp fyrir vortímabil fótboltans. Svo að lokum að fundi númer 1226 eru 2 mál sem mig langaði að viðra við ykkur. Það annars vegar tekjuáætlun, mál númer 1, þar sem við erum að skoða möguleikann á að lækka álagningarhlutfall fasteignaskatts sem við þurfum að rýna í takt við fjárhagsáætlun, en þarna eru settir upp möguleikar hvað það þýðir fyrir okkur að verða af tekjum við hvaða lækkun. Þannig að ég hvet bæjarfulltrúa til að rýna þetta blað vel, en við munum taka þetta áfram á dagskrá inn í haustið.
Við samþykktum viðskiptaskilmála Reykjanesbæjar sem er þarna formlegt plagg sem inniheldur dagsetningar og almennar reglur varða skilmála við þá sem eru í viðskiptum við sveitarfélag. Þannig að við erum að formgera þetta vel sem gott mál. Takk fyrir. Kærar þakkir. Orðið laust. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Velkomin tilbaka, bæjarstjórn. Og við komum glöð inn í veturinn. Reykjanesbær flott sveitarfélag og við þurfum ekki að rífast það. En hvernig við nálgumst hlutina bara allt annað. Þannig að þegar verið að tala tekjur sveitarfélagsins, þá eru vissulega margar áskoranir eins og í öllum sveitarfélögum og við höfum margoft talað það. Við skulum samt ekki gleyma því að sett var á innviðagjöld svokölluð sem Sjálfstæðisflokkurinn samþykkti með trega því að það ekki í samræmi við stefnu flokksins að hækka skatta. Þetta hækkun skatta og það þannig. Og svar okkar var að innviðar uppbyggingar skuld sveitarfélagsins gríðarleg. Þess vegna viljum við bara leggja áherslu án þess að bóka í þetta sinn að þegar að farið af stað í fjárhagsáætlunarvinnu þá mjög mikilvægt að gæta hófs þegar að horft til fasteignaskatta að meðaltali á atvinnuhúsnæði og einbýli að þá þetta 9,1% hækkun á fasteignamati, 9,1% að meðaltali og ef við segjum að verðbólga sé í kringum 4%, þá þetta 5% hækkun á sköttum. Við erum ekki að verða af tekjum. Þetta munurinn á meirihluta og minnihluta, að Sjálfstæðisflokkur og umboð hafa ávallt talað að þarna erum við að hækka skatta. Þrátt fyrir að prósentan sé óbreytt. Ef við ætlum ekki að hækka skatta, þá verðum við að lækka prósentuna þannig að fólkið í bænum okkar fá ekki á sig að meðaltali 9%. Ég var að tala við eina bara áðan, einn bæjarbúa, sem var búinn að reikna út að fasteignaskatturinn hjá viðkomandi var búinn að hækka frá því 2023 og þar til núna 45%. Í ákveðnum hverfum hefur orðið brjálæðisleg hækkun en í öðrum minni. Annað sem að mér finnst að við verðum að passa okkur á þegar við erum að tala þegar áskoranirnar og tekjuaukningu hjá sveitarfélaginu, þá oft nefnt Grindavík. Við skulum muna það að við fögnum því að Grindvíkingar hafa ákveðið að koma til okkar og við fögnum því að við erum að fá skatttekjur af bróðurparturinn af því fólki, miklar tekjur, enda var Grindavík mjög tekjuhátt að meðaltali fyrir gos. Og við reiknum þess vegna með að það fólk sem kemur frá Grindavík sé að meðaltali tekjuhærri heldur en meðaltal Reykjanesbæjar ef að útreikningur svipaður og við höfum fengið svona þverskurð af bæjarbúum Grindavíkur. Þannig að ég býð þau velkomin, tel það ekki vera áskorun, tel það bara tækifæri þar sem að við erum að fá betri tekjur inn og ég vona að við verðum öll á þeim skónum og í þeim buxum að við ætlum okkur að gæta hófs í skattheimtu núna í vinnu í fjárhagsáætlun. Takk fyrir. Orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Það ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls og ég ber því fundargerð bæjarráðs frá 14. ágúst síðastliðnum upp til samþykktar. Þessu samþykkt geta gefið merki?
og hún samþykkt 11-0. Næst tökum við fyrir annað mál fundarins sem eru fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. og 15. ágúst síðastliðnum. Að venju eru nokkuð mál sem við þurfum að taka til umræðu og afgreiðslu sérstaklega og að þessu sinni eru það einungis mál úr fundargerðinni frá 8. ágúst og við hefjum umræður á þeim málum. Til að byrja með það 7. mál fundargerðarinnar, Bolafótur M11, breyting á aðalskipulagi, orðið laust. Þau sem samþykkt geta, vinsamlegast beðum að gefa merki. Samþykkt 11-0. Við komum svo að 7. máli í fundargerðinni, aðalskipulagsbreyting H4 og M7, orðið laust. Engin kveður sér hljós, þau sem samþykkt geta, vinsamlegast gefa merki. Það samþykkt 11-0. Og þá komið að 8. máli í fundargerðinnar, Helguvík E1, E8, E10, AT15 og H1, breyting á aðalskipulagi og orðið laust. Óskar enginn eftir að taka til máls og við göngum til atkvæðagreiðslu þess að samþykkt geta. Það samþykkt 11-0. 11. mál fundargerðarinnar, Valhallarbraut 757 bílastæði. Vill eitthvað taka til máls undir þeim lið? Og það enginn og þau sem samþykkt geta vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt 11-0. 12. mál fundargerðarinnar, Helguvík, millilager fyrir garðúrgang. Vill eitthvað taka til máls undir þeim lið? Svo ekki, þau sem samþykkt geta vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt 11-0. 13. mál fundargerðarinnar, Fuglavík 35. Breyting á byggingarrit, orðið laust. Óskar enginn eftir að taka til máls og við göngum til atkvæðagreiðslu þau sem samþykkt geta vinsamlegast gefi merki. Og það samþykkt 11-0. Og nú orðið laust fundargerðirnar báðar í heild sinni frá 8. og 15. ágúst. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og þau sem samþykkt geta fundargerðir umhverfis- og skipulagsráð frá 8. og 15. ágúst 2025 vinsamlegast gefi merki. Og þær eru báðar samþykktar 11-0. 3. mál á dagskrá fundarins fundargerð velferðarráðs frá 14. ágúst 2025, orðið laust. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og bara velkomin eftir sumarfrí allir. Þetta var fundur velferðarráðs sem var haldinn í síðustu viku. Ég var reyndar ekki á þeim fundi en hann bar þess merki að það var sumarfrí af því það voru mörg mál þarna á þessum ágæta fundi og var hann langur en mjög áhugaverður samt sem áður. Þá langar mig að allan að flagga einu ágæta máli hérna í fyrsta máli. Það var samstarfsvettvangurinn Exit, leið úr afbrotum. En þarna kom einmitt fríðilegur hópur af fólki frá ríkislögreglustjóra, Rauða krossinum, Hjálpræðishernum og frá Afstöðu sem félag fanga. En einmitt á heimasíðunni hjá þeim þá eru markmiðið þeirra skýr sem fyrst og fremst þau að vinna að tækifæri fyrir fanga til ábyrgðar og endurreisnar og búa þeim skilyrði til farsælar endurkomu út í samfélag manna. Þetta aðalega bara verkefni, markmið þarna Exit, þau eru að koma hérna á fund fyrir og bara óska eftir samstarfi við sveitarfélögin og verkefnið Exit, þá langar mig aðeins að fara inn á það, einmitt að draga úr ítrekunartíðni brota
með samhæfum úrræðum og stuðningi fyrir einstaklingar sem hafa framið afbrot. Og í Exit þá felst þróun á eftirfarandi úrræðum, það er sem sagt húsnæðisstuðningur, sálfræði og áfallameðferð, ráðgjöf vegna fíknar og geðheilbrigðis, atvinnu og námsþjálfun, jafningjastuðningur líka. Og þetta er bara mjög áhugavert sem við getum allan að kannski tekið þátt í, en það er náttúrulega ekkert búið að ákveða eitt eða neitt, en þetta er bara mjög þarft verkefni. Aðeins að stækka þetta fyrir miðaldra. En samkvæmt minnisblaðinu, þá allan með leyfi forseta, þá langar mig aðeins að lesa upp að einmitt Exit er leið úr afbrotum sem miðar á því að draga úr ítrekunartíðni brota eins og ég nefndi hérna áðan. Og verkefni það byggir á alþjóðlegum fyrirmyndum meðal annars frá Danmörku og Bretlandi, þar sem samþætt úrræði hafa reynst áhrifarík. Markmið verkefnisins er að skapa skilríkt og endurhæfingarkerfi sem mætir einstaklingsbundum þörfum þeirra sem vilja hætta afbrotum með áherslu á þverfaglegt samstarf lykilaðila, þá er meðal lögreglu, fangelsisyfirvalda, velferðarþjónustu sveitarfélaga, heilbrigðisstofnana, vinnumálastofnunum og endurhæfingaraðila, háskóla og félagasamtaka, svo eitthvað sé nefnt. Og já, þetta er aðalega svona í eðlu sínu skaðaminnkandi nálgun og ég held að þetta sé bara allan að fyrir mína hálfu þá var það þarna mjög áhugavert og það var þannig að ráðið það þakkaði fyrir kynninguna og tók jákvætt í erindið og fól svo sviðsstjóra velferðarsviðs og teymisstjóra og virkni og ráðgjafateymisins að afla upplýsinga í samræmi við umræður á fundinum sem voru þar. Síðan ætla ég að flagga líka einu góðu verkefni sem við höfum verið að vinna núna undanfarin 2 ár. Það er mál númer 3, það er smáhúsaverkefnið. Þarna kom lokaskýrsla það og þau hús og líka einstaklingarna sem búa þar. Það var þannig í upphafi þegar við fórum í þessa vegferð var að við vorum að borga mikið í gistiskýlin í Reykjavík sem núna er að við erum allan ekki að borga eins mikið en síðan er líka bara það að við þurftum bara að taka ábyrgð á okkar fólki sem akkurat í þessari stöðu heimilislausra og þarna er ofboðslega flott verkefni sem við öll tókum þátt í og en það er líka í þessu verkefni þá fórum við líka í samstarfsyfirlýsingu sem var undirrituð á þessu ári á milli stofnana, þá var það lögreglan, heimahjúkrun eða HSS og Reykjanesapótek, Rauði krossinn og ég vona að ég sé ekki að gleyma einum í því verkefni og þetta er bara mjög ánægjulegt hvernig þetta hefur komið út og það er kannski eina sem við höfum fengið á okkur er að og við vissum það í upphafi, það er staðsetningin. Það er aðeins langt í strætó fyrir notendurnir en ég veit allan að vettvangsstýran sem var núna ráðin á þessu ári, hún er að sinna þeim og þeim sem að þurfa því að halda. Og það er líka mjög ánægjulegt að við höfum fengið það í gegn að einhver er að sinna þeim sem búa þarna. Já, annað var það ekki, ég ætla samt aðeins að kíkja á þetta hérna. Jú, það er líka mál númer 7.
Það er ársskýrsla Suðurhlíðar og ég sat á þeim fundi þegar það var á aðalfundi bara núna í byrjun þessa mánaðar og það er mjög ánægjulegt að þetta er allan að farið á stað og áhugavert að kíkja á ársskýrsluna. Hún er undir þessum lið. Og þá er það aðalega líka bara hverjir eru notendur og þeir sem þurfa á þessa þjónustu að halda. Það eru eins og, það var kannski eitt sem kom upp svona á aðalfundinum, það var það voru ekki mikið af fólk af erlendum uppruna að nýta sér þessa þjónustu og það var örugglega bara vegna þess að það er ekki að skila sér, bara sem sagt til þeirra sem þurfa á því að halda. En þetta er alveg brekka að reyna að láta það skila sér með þau sem eru að koma frá erlendum uppruna. En annars var það ekki frá mér fleira. Takk. Takk fyrir. Orðið laust fundargerð velferðarráðs. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 2 þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd. Umbóta- og sjálfstæðisflokkurinn mótmæla því harðlega að ríkið skuli ekki standa við skuldbindingar sínar. Með einhliða uppsögn samnings þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd skilur ríkið sveitarfélagi Reykjanesbær eftir með 20 milljón króna í skuldbindingar í formi húsaleigusamninga, launa og reksturs sem ekki er hægt að slíta með svo skömmum fyrirvara. Umbóta- og sjálfstæðisflokkurinn hafa ávallt verið mótfallinn þessum samningum og nú kemur enn einu sinni í ljós að ríkinu er ekki treystandi fyrir hagsmunum sveitarfélagsins. Margítrekað hefur verið að fjárhagslegt tjón og aukið álag á innviði sveitarfélagsins blasir við á meðan ríkið hverfur af vettvangi. Umbóta- og sjálfstæðisflokkurinn krefjast þess að ríkið bæti sveitarfélaginu þann kostnað sem uppsögn samningsins hefur í för með sér og ítrekar að ríkið ber ábyrgð á þjónustunni og að ganga frá henni á ásættanlegan hátt. Og undir þetta rita Margrét Þórarinsdóttir umbót, Margrét Sanders Sjálfstæðisflokki, Guðbergur Reynisson Sjálfstæðisflokki og Helga Jóhanna Oddsdóttir Sjálfstæðisflokki og við óskum að þetta verði bókað. Takk fyrir. Orðið laust. Fundargerð velferðarráðs 14. ágúst. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég kem undir fundargerð velferðarráðs og þetta tengist í rauninni líka bæjarráði en eðlilegt að ég komi upp undir þessum lið þar sem að þetta var í kjölfar bókunar velferðarráðs 13. mars síðastliðnum og tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi 18. mars. Það sem að Sjálfstæðisflokkurinn og umbót var einnig með bókun það en í sigboru lagi að það er varðandi félagslegt húsnæði og óhagnaðardrifið húsnæði eða leigufélögin að þar óskuðum við í 8 liðum eftir upplýsingum og það eru teknar saman upplýsingar hvernig staðan væri, hvað við værum með mikið óhagnaðardrifnu leigum og íbúðir sem eru á leigu og eins að við myndum ná utan þetta heildstætt og bera okkur svolítið saman við önnur sveitarfélög. Þetta var mjög ítarleg beiðni og það var brugðist við þannig að 2
2 fulltrúar úr velferðarráði, sviðsstjóri og annar, komu á fund bæjarráðs, minnir strax á eftir, og fóru svona munnlega yfir stöðuna. Við metum það svo að það hefði verið almenn umræða en svör við þessum spurningum hafa ekki borist og nú hringir síminn og þá segir maður bara leggum maður á. Þannig að við erum með bókun og hún er eftirfarandi, með leyfi forseta. Á bæjarstjórnarfundi þann 18. mars síðastliðinn í kjölfar bókunar velferðarráðs óskaði Sjálfstæðisflokkurinn eftir upplýsingum félagslegt húsnæði og óhagnaðardrifin leigufélag í Reykjanesbæ auk samanburðar við sambærileg sveitarfélög. Í framhaldi var farið við málið á næsta bæjarráðsfundi fyrirgefiði. Upplýsingar sem beðið var hafa ekki enn komið fram og ítrekar Sjálfstæðisflokkurinn beiðnina upplýsingar sem lagðar voru fram í 8 liðum og óskar eftir að svörin berist á næsta bæjarstjórnarfundi. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Guðbergur Reynisson og Helga Jóhanna Oddsdóttir, Sjálfstæðisflokki. Ástæða þessa að við erum að ítreka þetta, og auðvitað þó fyrr hefði verið, að við hefum átt að ítreka þetta kannski fyrr, var að í bæjarráði núna í sumar sendi bæjarstjóri bréf til skipulagsfulltrúa og óskaði eftir lóð fyrir Brynju leigufélag. Vegna þess væntanlega, eða það skal tekið fram að sú lóð sem óskað var eftir við skipulagsfulltrúa í eigu Katigó og því þarf þetta að fara í gegnum þá. Og bæjarráð samþykkti að verða við að það yrði rætt við Katigó í framhaldi. Það sem að við undrumst og ég kom þegar áleiðis á bæjarráðsfundi var að bæjarstjóri sendi þetta bréf til skipulagsfulltrúa án þess að heimild stofnframlag sé að ræða eða hafi verið samþykkt. Það liggur fyrir frá 10. janúar 2023 vilja yfirlýsing, og ég ítreka, vilja yfirlýsing við Brynju leigufélag sem að sér leiguíbúðir fyrir öryrkja og í undantekningartilfellum geta aðrir fengið þær íbúðir og með uppbyggingu þessara íbúða í Reykjanesbæ. Ég var að reyna að fletta upp í fundagerðum og þetta náttúrulega svo dásamlegt kerfi að það ekki mjög auðvelt að fletta upp aftur í tíman og ég fann ekki á dagskrá þessa viljayfirlýsingu sem bæjarstjóri skrifaði undir. En ég ætla mér að það hefði verið tekið fyrir þó ég muni það hvorki muni það eða fann það ekki. Og við munum það engin okkar. En því kannski bara rifið það upp fyrir okkur hvenær þetta var tekið fyrir. En stofnframlag sem var síðasta með minnir 2024 að þá var Reykjanesbæ að leggja út 2023 í kringum 40 milljónir í stofnframlag fyrir þessi óhagnaðardrifna leigufélag. Þá var líka 7 íbúðir að ræða. Og síðan núna að þá má búast við að þetta sé komið upp í 60-80 milljónir, ég veit ekki, það þarf að reikna það út, en ég veit, og það þýðir ekki að svara því þannig að það engin skuldbinding í þessu, því að ég veit að það engin skuldbinding í þessu, en mér finnst mjög skrítið, virkilega skrítið og undrandi á að bæjarstjóri sendi þetta bréf áður en þetta tekið fyrir hvort að sé einhver vilji hjá bæjarfulltrúum eða þá bæjarráði sem var þá í vinnu og voru fulltrúar bæjarstjórnar án þess að hafa verið búin að fá þetta samþykkt, þetta stofnframlag. Og það sem meira að heildarmyndin á óhagnaðardrifnu versus félagslegu húsnæði og þörfinni og annað hefur ekki verið svarað. Og það sem að líka skrítið að mínu mati að það mest rætt skort á litlum íbúðum. Að það 2 herbergja íbúðir sé það sem virkilega við þurfum á að halda.
Og þá bara undrast ég það, ef að það af hverju þá ekki seldar stærri íbúðir og keyptar þá minni? Eða erum við að fara í óhagnaðardrifið? Er þetta þá viðbót við félagslega kerfið? Eða er þetta eitthvað annað? Við verðum að ná utan þetta mál áður en við förum að samþykkja stofnframlög. En mér langar að beina þeirri fyrirspurn til starfandi bæjarstjóra. Þetta var starfandi bæjarstjóri, ekki bæjarstjórinn. En mér langar að beina þeirri spurningu til starfandi bæjarstjóra varðandi sendingu til skipulagsfulltrúa, hvort að það sé eðlilegt að senda svona bréf áður en það sé nokkuð tekið fyrir í bæjarráði eða bæjarstjórn eða hvergi í opinbera geiranum. Takk fyrir. Bestu þakkir. Orðið laust fundargerð velferðarráðs. Halldóra Fríða, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og bæjarfulltrúar, býð okkur öll hér velkomin líka aftur eftir sumarleyfi bæjarstjórnar og óska íbúum líka hér til hamingju með stórglæsilegt nýtt bókasafn sem í þessu húsi eins og hér hefur komið fram. Ég ætla að bregðast aðeins við þessu af því að hér spurningu beint til mín að það rétt sem að bæjarfulltrúi Margrét fór líka yfir sjálf að við erum að vinna út frá ákveðinni viljayfirlýsingu sem alveg dagsett með ákveðnum árum og hversu margar íbúðir við sjáum fyrir okkur að hér verði byggðar í samvinnu við Brynju. Og bara svo það sé tekið hér skýrt fram að þá erum við að tala íbúðir sem eins og stapavellir sem hér á baku okkur sem þjónustu íbúðir fyrir íbúa með fatlanir. Þannig að þarna var verið að óska eftir lóð sem bara eðlilegu partur af þeirri viljayfirlýsingu sem hér var gerð sem ég reikna með, ég var búin að skilja eftir skilaboð til bæjarstjóra sem hér væntanlega til starfa mánaðamótin og á næsta bæjarstjórnarfundi verður þetta væntanlega tekið fyrir aftur sem bara mjög heppilegt af því að hann þekkir forsöguna. En þetta var partur af því ferli að óska eftir þessari lóð út frá þeirri viljayfirlýsingu sem liggur fyrir og þarna stendur þá til ef heimild fæst að reisa 7 íbúða raðhús þar sem 6 íbúðir fyrir íbúa með fatlanir og 1 íbúð sem ætluð fyrir starfsfólk. Þannig að þetta held ég allt í takt við það sem hér hefur legið fyrir í þó nokkuð tíma. Varðandi stofnframlag eins og hér kom fram að þá felst það í framlagi sveitafélagsins, það að segja gatnagerðargjöld og innviða- og byggingarréttargjald sem þá fellt niður sem þá að öllu leyti 12% framlag sveitafélagsins. Þannig að eins og hér kom líka fram í máli bæjarfulltrúa Margrétar, þá þetta ekki fjárhagslega skuldbindinga sveitafélags en sannarlega lækkun á tekjum. Þannig að en við skulum bara taka þetta saman og það mér þykir leitt ef að svör hafa ekki borist að öllu leyti við þeim fyrirspurnum eða þessum 8 spurningum sem komu fram og bæjarfulltrúi Margrét var búin að nefna það við mig og ég búin að setja það niður fyrir bæjarstjóra til að svara af því að það kom fram í okkar samtali mín og bæjarfulltrúa Margrétar að það þætti eðlilegast að leyfa honum að svara þessu þar sem hann hefur verið inn í því. Þannig að ég átti bara vona því að það myndi bara standast og ávona því áfram. Þannig að við bara tryggjum það að nægilega góð svör muni berast og við klárum þetta mál og við þurfum þá líka kannski bara að hugsa það hvort að viljayfirlýsingin eigi ekki ennþá svona kannski, hvort að hún standist ekki eða hvort við viljum gera breytingar á því. En viljayfirlýsing auðvitað bara viljayfirlýsing, ekki meitluð í stein, en þetta var allavega á þeim tíma þá þótti æskilegt að gera þetta með þessum hætti. Að sjá fyrir okkur af því að við vitum að þörfin til staðar fyrir íbúa sem með fatlanir að komast í sjálfstæða búsetu og þetta bara eitt skref í því. Takk fyrir. Orðið laust. Sigurrós, gjörðu svo vel.
Já, forseti, bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að svara þessari bókun sem bæjarfulltrúi Margrét Þórarins kom með. Málefni númer 2, það er þjónusta umsækjendur alþjóðlega vernd og langar mér næstu að taka undir þessari bókun að það sjálfsögða á ríkið að standa við sína skuldbindingar. En þarna er einmitt samkvæmt minnisblaðið þá er þetta 60 milljónir sem verða tekjuskerðingu á ári af þessu verkefni og megin ástæðurnar eru 2. Það er fækkun þjónustunotenda á uppsagnarfresti og lengri uppsagnarfrestur á leiguíbúðum en uppsagnarfrestur samningsins var. En við verðum líka að átta okkur á því að áframhaldandi lögbundin þjónusta vegna barna sem einmitt ber að sinna, sem velferðarsvið ber að sinna, það er þá í barnaverndarþjónustu við þann hóp sem dvelur í Reykjanesbæ. Það er náttúrulega sjálfsögðu þá fær umsækjendur alþjóðavernd þjónustu hjá Vinnumálastofnun. En jafnframt er samþætt þjónusta í þágu farsælla barna lögbundin gagnvart öllum börnum sem dvelja á yfirráðasvæði Íslands og þetta er auðvitað sjálfsögðu það sem við þurfum þá að taka á okkur þegar hvað börnin varðar. En auðvitað ég tek undir bara þessara bókun sem þið voru með að sjálfsögðu þarf ríki að fara inn í og standa við sína skuldbindingar. En við höfum náttúrulega, eins og flesti vita, þá höfum við verið með samningana síðan 2004 og ég veit ekki til þess að alla tíð hafi flestir verið ekki vilja að semja eða það. Þannig að 2004 er náttúrulega langur tími. Voru allir alltaf á móti þessum samningum? Ég veit það ekki. Það er allan að bara, ég ætla aðeins að kasta þið hérna fram, en já, þetta er akkurat auðvitað þarf ríkið að sinna þessu verkefni. Takk. Kæra þakkir, orðið laust fundargerð velferðarráðs. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það er enginn að hafa áhyggjur af því að ég sé með þráhyggju og það er enginn að hafa áhyggjur af því að ég sé í smáatriðum. Þrátt fyrir þá truflar það mig að vilja yfirlýsing eins og starfandi bæjarstjóri nefndi réttilega er bara vilja yfirlýsing. Það er búið að skrifa undir mjög margar vilja yfirlýsingar. Vilja yfirlýsingu ýmislegt. Ég og bæjarfulltrúi Sverrir getum bara sett vilja yfirlýsingu að þegar ég verð afturæð þá syngi hann í afmælinu mínu. En það er bara því mig langar að hann syngi í afmælinu mínu þá en það er ekkert að bak við það. Hann getur bara sagt, nenni ekki. Þannig að vilja yfirlýsing er bara vilja yfirlýsing. Það er ekki samningur og það er það sem að trufla mig í þessu og ég held að við höfum ekkert að gera neitt meira mál úr því en mig langar bara að segja. Það er mjög skrítið ef að bæjarstjóri sendir beiðni til skipulagsfulltrúa og óskar eftir þessari lóð fyrir íbúð sem Reykjanesbær að borga stofnframlag í og það hefur ekkert verið fjallað það samþykkt eða neitt. Enda vorum við að hafna held ég í fyrra stofnframlagi einmitt í félagslega kerfinu eða óhagnaða drifnisleigufélagi af því að við töldum að ekki væri þörf að svo stöddu þar sem að mikil uppbygging hafi verið og það er allar að lágmarka náum utanum það. Ef að starfandi bæjarstjóri skrifa undir svona, þá væri mjög sérstakt að segja bara þegar að Brynja leigufélag kemur óskar til stofnframlega þá segir bara nei. Býtu, af hverju var það bæjarstjóri að sækja þetta lóð? Þannig að þetta bara truflar okkur að það sé ekki rétt farið unnið að þessu en það bara er þannig og því verður ekki breytt en þá auðvitað eftir að samþykkja skuldbindingu sveitarfélagsins. Þannig að mínu mati þá er bara málinu lokið núna en mér finnst mikilvægt að við gerum þetta í réttri röð næst.
Takk fyrir. Orðið laust fundargerð velferðarráðs frá 14. ágúst. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, mér langar aðeins að bregðast hérna við orðum Sigurrósar, þar sem hún varpaði því að þessi samningar væru búin að vera gerðir síðan 2004. Nú er ég hér á mínu öðru kjörtímabili, 7. ári í röð og ég vil benda á það að ég hef aldrei samþykkt þessa samninga. Aldrei. Ég hef alla tíð, þið getið fundið það í öllum fundargerðum, að ég hef sagt nei. Og þetta er ekki spurning vilja sveitarfélagsins, heldur bara staðfesti það hversu varasamt það er að treysta einhliða samningu við ríkið án þess að hafa skýrar tryggingar. Og það er það sem ég er svo ósátt við. Og það þarf náttúrulega að leggja áherslu á það að sveitarfélagi verði ekki látið bera alla byrðirnar á þessari þjónustu. Þeir bara koma hér inn, við erum búin að vera duglegir hvað varðar það að þjónusta ríkið hvað varðar þessar samninga og svo bara hverfa á brott. Ríkið á að skuldbinda sig og klára þessar samninga. Að geta sagt þessu upp með engum fyrir bara bara náttúrulega fáránlegt. Og ég segja enn og aftur, það kemur bara svo berlega í ljós þarna að það á ekki að treysta ríkinu, ríkisvaldinu. Þeir skrifa undir samning, þeir standa aldrei við samninga. Allavega hef ég ekki séð það. Ég þakka fyrir. Takk fyrir. Orðið laust fundargerð velferðarráðs frá 14. ágúst. Það er ekki fleiri sem óskar að taka til máls og ég veit ég kann að vilja bæjarfulltrúa hvort þið vilja lýsa yfir stuðningi og samþykkt við fundargerð velferðarráðs frá 14. ágúst. Þeir sem að samþykja gefi merki. Og það er samþykkt 11-0. Fjórða mál er umræða atvinnustefnu Reykjanesbæjar 2025-2035. Síðari umræða. Fyrri umræða fór fram á 700. fundi bæjarstjórnar þann 16. júní síðastliðinn og orðið laust. Guðný Birna, gjörðu svo vel. Kæra þakkir, herra forseti. Mig langar aðeins að koma hér og renna yfir atvinnustefnu Reykjanesbæjar. Ég verð að segja það á fundinum okkar í kvöld eru 3 stefnur en ég vil bara taka það fram hér hversu frábærlega vel unnar þær eru og vil ég sérstaklega nefna atvinnustefnuna og tómstundastefnuna. Við ræðum hana betur hérna á eftir. Þessi stefna er tekin saman og gildir til 2035 eða til næstu 10 ára og fer yfir hlutverk Reykjanesbæjar í atvinnuuppbyggingu, eftirfylgni með skýrslunni, hver eru áhersluþættir í uppbyggingu atvinnulífs hér á svæðinu og það er ekki bara iðnaður, skal ég segja þér, herra forseti, fyrst þú varst að spyrja. Nei, ég finnst. En þarna erum við búin að útlista og hvað við ætlum að leggja áherslu á og fyrir hvað við stöndum fyrir hér í Reykjanesbæ. Þannig að mér langar alveg einstaklega að þakka atvinnu- og hafnaráði og hafnarstjóranum okkar fyrir frábæra vinnu. Þetta er til fyrirmyndar. Þannig er líka farið yfir sögu atvinnu þróunar í Reykjanesbæ, hvaðan við komum og hvað er í gangi núna og atvinnumálin eins og þau eru í dag. En þarna er nefnt sjávarútveginn, landbúnað, verslun og þjónustu og ferðaþjónustu, iðnaður, opinber þjónusta, vísindi og tækni og menning og skapandi greinar. Þess þó heldur er annað skjal með sem að er virkilega vel uppsett sem heitir atvinnustefnan upplýsingar fyrir fjárfesta og atvinnurekendur. Þannig að núna erum við komið með að ég tel í fyrsta skipti plagg sem að við getum kynnt okkur með og selt okkur fyrir fyrirtæki sem vilja koma til okkar og aftur bara mikil hrós fyrir þarna. Þarna er samantekt sveitarfélagið okkar, framtíðarsýnin, hvernig íbúaþróunin hefur verið. Þarna er settur inn aldurspíramídin sem ég fannst frábær viðbót en þarna sést hvað sveitarfélagið okkar er ofboðslega ungt en stærsti hópurinn er á aldrinum 25-29 ára. Þannig að við erum ört stækkandi sveitarfélag og okkar stærsti hópur er fólk á vinnandi aldri og það er yfirleitt öfugt annar staðar eins og á Norðurlandi.
Þarna er farið yfir hvað við leggjum áherslu á í atvinnugreinum en þarna er líka nefnt sérstaklega styrkleika til atvinnuuppbyggingar. Og þar er nefnt aðgengi að flutningaleiðum. Við erum hérna mitt á milli okkar frábæra Helguvíkurhafnar og flugstöð Leifs Eiríkssonar. Við erum umkringd náttúruauðlindum, erum með fjölbreytilegt og vel aðlaðandi samfélag við hinum ýmsu vám, við vitum það. Í mína tíð í nokkur ár þá höfum við lent í náttúruhamförum, atvinnuhamförum og einhvern veginn stöndum við hér enn. Þannig að við erum hópur og ofboðslega sterku fólki sem býr hér og við megum vera stolt af því. Þarna er líka farið yfir það sem mér fannst einkar áhugavert og flott inn í þessa skýrslu, herra forseti. Það er minnst á aðalskipulag Reykjanesbæjar þannig að það er hægt að rýna skipulag svæði með tilliti til atvinnuuppbyggingar. Þannig að lykilatriði í þessari stefnu er að þetta er lifandi plagg sem verður endurskoðað reglulega og býr upp á mikla möguleika og þarna erum við komið eitthvað í hendurnar til þess að fara með lengra þegar við verum laða að okkur ný tækifæri. Þannig að virkilega vel gert hjá atvinnu- og hafnaráði og hafnarstjóra og góð vinna og bara til fyrirmyndar. Takk. Bestu þakkir. Orðið er laust. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Mér er bæði ljúft og skylt að standa hérna upp og fagna því að atvinnustefnan er komið fram í þeirri mynd sem hún er núna. Hvílík breyting, frábær fyrir fjárfesta, allt önnur en fyrstu drögin sem við fengum. Þarna erum við að horfa til þeirra sem eru að koma inn. Þarna eru gríðarlegt magn af upplýsingum sem að nýtast vel til þess að meta hvort fyrirtæki hafa áhuga að koma hingað. Og þetta var það sem við gagnrýndum, þess vegna finnst mér ég verða að fara upp núna, því ég gagnrýndi mjög mikið fyrstu drögin, mjög mikið, og sendi inn athugasemd og ég fagna því að og ég ætla ekki að fara að eigna mér einhverja breytingu að þetta sé svo frábært núna, alls ekki. En þetta er algjörlega allt annað plagg og ég verð að segja að bara þakki til þeirra sem að unnu að þessu og aðalega það auðvitað atvinnu- og hafnaráð og með hafnarstjóra í broti fylkingar. Takk fyrir það. Orðið er laust atvinnustefnu Reykjanesbæjar. Það ekki fleiri hvatsir hljóðs og við göngum því til atkvæðagreiðslu atvinnustefnu Reykjanesbæjar 2025 til 2035. Þau sem að samþykkja hana vinsamlega skrifa merki. Hún er samþykkt 11.0. Næsti dagskrárliður stefna starfsmannaíbúðir á Suðurnesjum fyrri umræða er 5. mál á dagskrá. Tilurð stefnunar er rakin í fylgiskjölum sem og í yfirlitsskjali sem fylgir með stefnunni en þar segir meðal annars: Á árunum 2016 til 2017 hófst töluverð fjölgun íbúa í Reykjanesbæ. Frá þeim tíma hefur árleg fólksfjölgun verið á bilinu 4–8% og hefur húsnæðisuppbygging ekki náð að fylgja fjölgun íbúa. Þessari fjölgun má einkum rekja til aukinnar starfsemi tengdra ferðaþjónustu og mannvirkjagerð og þar á flugvallarsvæði mjög stóran hlut. Ýmsar aðrar ástæður liggja einnig að baki fólksfjölgunar í bænum, en þessari stefnu er ætlað að bregðast við þeim sértæku áskorunum sem fylgja húsnæðisþörf fólks sem dvelur til skemmri tíma vegna árstíða eða verkefnabundinna starfa. Síðar í fylgiskjali stendur síðan að í ljósi þess að Suðurnesjabær og Reykjanesbær mynda eitt samfellt atvinnusvæði, einkum vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll, er það báðum sveitarfélögum í hag að móta tillögu að sameiginlegri stefnu starfsmannaíbúðir. Hvort sveitarfélag fyrir sig tekur afstöðu til tillögunar og aðlagar hana að sínu staðbundnu aðstæðum og forsendum. Herdís Sigurgrímsdóttir, stjórnmálafræðingur hjá VFSO-ráðgjöf, vann í samráði við skipulagsfulltrúa Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar tillögu að stefnu gistimöguleika starfsmanna á framkvæmdasvæðum í maí árið 2024. Farið var í vettvangsferðir og rætt við aðila sem reka gistiheimili ætluð starfsmönnum
Tillagan var lögð fyrir umhverfis- og skipulagsráð 9. ágúst 2024 og 7. og 21. febrúar 2025 og óskað var eftir umsagnar ráða og nefnda sveitarfélagsins. Þannig að hér höfum við fengið að heyra svolítið tilurð þess að við séum í fyrri umræðu þessa stefnu og hún lögð hér fram og orðið er laust. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það er fjöldi íbúða á svæðinu sem að mig langar að heyra í ykkur með og ég sé að formaður umhverfis- og skipulagsins er hérna. Mig minnir, ég ætla bara að segja að ég er ekki með leiðindi, þetta eru bara spurningar. Mig minnir að við höfum gert einhvers konar samning við fiskeldið, landeldið sem að á að reisa á Reykjanesi. Og þar hélt ég að við ætlum að vera með starfsmannaíbúðir, að það hefði verið svona samkomulag. Mér finnst þetta fáar íbúðir með hvað svo stórt þetta er. Þetta eru að max 80 íbúðir sýnist mér. Og ég hélt að það væri bara svo gríðarlegu fjöldi sem myndi vinna þarna meðan á uppbyggingu stendur. Þannig að er það inn í þessu? Ég bara átta mig ekki alveg á hvernig þið eru að hugsa þetta. Eða myndi þá bara vera undantekning samþykkt frá þessari reglu ef svoleiðis er. Þannig að verið gott að heyra í ykkur varðandi það. Róbert Jóhann, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, ég eiginlega veit ekki hvernig ég á að svara þessu sem bæjarfulltrúar Margrét var að spyrja. Þetta er allt rétt hjá þér. Þetta eru klasastarfsmannabústaðir skulu ekki hafa fleiri en 80 íbúðir en þar er verið að tala einnig að einstaka byggingar skulu ekki hafa fleiri en 60 íbúðir og það er alveg hárrétt hjá bæjarfulltrúar að við erum að reisa, eða Samherji er að reisa starfsmannaíbúðir út af Reykjanesi. Þannig að þessi stefna er reyndar ekki komin í gagnið þá eftir að taka hann í aðra umræðu en ég eiginlega geta eiginlega ekki svarað þessu öðruvís en svona. Þetta er bara hárrétti punktar hjá þér og allt sem kom fram í máliðinu er bara rétt. Takk. Helga Jóhanna, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég held að við yfirferð á þessari stefnu að þá þurfi að skýra akkurat betur, af því hér er verið að tala staðsetninguna í jaðri byggðar og tímabundna heimild á verslunar- og þjónustusvæðum og slíku, verið að setja þetta svona inn í skipulagið okkar. En það þarf, held ég, að ræða þegar að atvinnustarfsemin er eins og út á Reykjanesi. Það er tekið til að það megi sem sagt á uppbyggingartíma setja íbúðir niður eða búsetu á byggingarsvæðinu. En hvað svo? Þegar að fiskeldið er til dæmis klárt, ætlum við þá að fara fram á það við Samherja að þeir færi allt sitt fólk í starfsmannaíbúðir samkvæmt þessari stefnu. Þannig ég held að það megi alveg rýna þetta aðeins betur og velta þessu fyrir sér. Svona hvað þetta þýðir í raun og veru. Sérstaklega ef að atvinnustarfsemin er ekki alveg í kjarna sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir. Eins og ég man nú þetta mál á sínum tíma þegar það var til umfjöllunar hjá okkur, við erum að tala sérstaklega þá uppbyggingu sem er eða staðið á Reykjanesi, þar sem að Samherji er að reisa gríðarlega stórt eldi, að þá var sérstaklega samið við þá undanþágu bara meðan á uppbyggingartíma stendur. Og það er bara gerður sérstakur samningur það og síðan er ekki ætlast þess að fólk búi þarna frekar en í öðrum starfstöðum út á Reykjanesi og það hefur alltaf verið minn skilningur Og ég hef engan áhuga að sjá að stefnan sé eitthvað að opna á það að við séum að fara að vera með einhverja farandverkabúðir út alla byggðir Bara engan veginn. En orðið er áfram laust
í fyrri umræðu þessa stefnu. Það komið fram ágætis punktar hérna. Guðný Birna, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, mér langar kannski bara að varpa fram hér hugleiðingum fyrst að við erum svona að því í starfsmannastefnunni. Ég velti fyrir mér þetta skjal merkt okkur og Suðurnesjabæ. Er þetta samstarfsverkefni sem við ætlum að fara í saman? Er þetta eitthvað sem við ætlum að gera ein eða á miðjusvæði? Nú höfum við heyrt að því fyrri bónum fyrir einhverjum árum þegar það var mikill áhugi hjá Keflavíkurflugvelli að reisa blokkir nálægt flugstöðinni, bara ein blokk sem við náttúrulega viljum hugsa vel íbúan okkar og hafa nálægt nærþjónustu, þannig að eðlilega gekk það ekki, allavega ekki á meðan að það er ekki meiri uppbygging þar í kring sem að verður pottþétt síðar. Þannig að bara vangaveltur þar, mér finnst ánægjuleg breyting, mér minnir að fyrst þegar ég sá þetta þá var bara talað starfsmannaíbúðir í Ásbrú og við sem sveitafélag þurfum að horfa í allt hverfið okkar, þannig að það hefur verið breytt við þarna. En við megum alls ekki loka augunum fyrir því að við erum mikið vaxtarsvæði og hér er skortur á framboði af húsnæði. Það er bersýnilega ljóst, þannig að eitthvað þurfum við að gera til að tryggja að fólk sé í öruggu húsnæði, að fólk sé ekki að hópast saman í kojum einhvers staðar í litlum bílum sem við viljum alls ekki, að fólk sé öruggt þar sem það sefur. Þannig að þetta er margt athyglisvert í þessu. Takk. Takk fyrir og orðið er laust. Það er ekki fleiri hvassir hljós og þau sem samþykkja að vísa stefnunni til seinni umræðu vinsamlega skipið merki. Það er samþykkt 11-0. Sjötta og síðasta mál á dagskrá fundarins í dag er tómstundastefna Reykjanesbæjar fyrri umræða og til að fylgja umræðanum úr hlaði mun bæjarfulltrúinn Valgerður Björk Pálsdóttir stíga hér á stokk. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestur. Nú liggur fyrir tómstundastefna Reykjanesbæjar til ársins 2030. Stefnan nær til allra íbúa bæjarins og styður við allt tómstundastarf sem fer fram í Reykjanesbæ. En sérstök áhersla er þó á að efla tómstundastarf barna, ungmenna, fatlaðra, aldraðra og fólks af erlendum uppruna. Lögð er áhersla á að allt starf sem er á vegum bæjarins eða styrkt á honum sé án aðgreiningar og mismununar. Við vinnuna var horft til framtíðarsýnar Reykjanesbæjar til ársins 2030 þar sem lögð er áhersla á fjölskylduvænt, vistvænt og fjölmenningarlegt samfélag. Í upphafi vinnunar var settur á laggirnar stýrihópur undir forystu Ólafs Bergs Ólafssonar, verkefnastjóra sem hefur starfað í 88-húsinu í nokkurn tíma, meðal annars með ungmennaráðinu, í Fjörhumum og ungmennahúsinu. Afurðin sem við ræðum núna var unnin af honum og á hann þakkir skildar fyrir faglega og yfirgripsmikla vinnu sem meðal annars fólst í íbúakönnun, samráðsfundum og mótun aðgerðaáætlunar. Framtíðarsýn stefnunnar er að gera umfangsmiklar umbætur á sviði tómstunda og má þar nefna opnun nýrra félagsmiðstöða, mótun faglegs ramma fyrir starfsemi tómstundamiðstöðvar og markvissa styrkingu fagþekkingar innan greinarinnar. Ég ætla að fara svona aðeins í þessa nýju þætti sem að aðgerðaáætlun sem fylgir stefnunni byggir á. Það er eins og ég sagði áður uppbygging félagsmiðstöðva við alla grunnskóla Reykjanesbæjar og þetta er til þess að börn og ungmenni hafi aðgang að frístundastarfi í sínu nærumhverfi og verkefnið er komið vel á veg með opnun félagsmiðstöðvar á Ásbrú og í Innri-Njarðvík. Svo er það tómstundasjóður sem er annar meginþáttur aðgerðaáætlunarinnar og hlutverk hans verður endurskoðað með það að markmiði að styðja við frumkvæði íbúa og félagasamtaka. Íbúar geta þá sótt styrki, aðstöðu eða annan stuðning til að hrinda nýjum hugmyndum í framkvæmd. Og áherslun verður á nýsköpun og verkefni sem nýtast breiðum hópi íbúa fremur en að styrkja einungis núverandi starfsemi.
Þriðja atriðið fjallar hvatagreiðslurnar sem við þekkjum öll, eða tómstundastyrk eins og kemur fram í stefnunni. Að sjálfsögðu verður haldið áfram með hvatagreiðslur og hann núna nær einnig til eldri borgara en ekki bara barna og ungmenna, en það markmiðið að hvetja til virkni og félagslegra þátttöku í elsta aldurshópnum. Fjórða atriðið fagleg þróun frístundaheimila og þar verður unnið að mótun skýrari framtíðarsýnar og faglegs ramma fyrir frístundaheimilin í grunnskólanum. Næsta atriðið betra upplýsingaflæði og sýnileiki tómstundir, en þar verður áhersla lögð á að bæta miðlun upplýsinga, meðal annars með samræmdri markaðsherferð, mælaborði þátttöku og aukin sýnileika frístundastarfs í bænum. Svo pælingin að stofna tómstundamiðstöð sem verður vettvangur fyrir sameiginleg markmið og fjölbreytt samstarf þar sem íbúar, félög og fyrirtæki geta fengið tækifæri til að vinna saman að nýjum verkefnum. Sjöunda atriðið að efla ungmennahúsið sem sem sagt fyrir ungt fólk á aldrinum 16 til 25 ára. Og síðan verður stofnaður sameiginlegur lærdóms- og fræðsluvettvangur fyrir allt starfsfólk sem vinnur á tómstundum, svo sem leiðbeinendur og þjálfara með áherslu á félagslega hæfni og leiðtogahæfileika. Síðasta atriðið var svo fjölnota húsnæði fyrir fjölbreytt frístundastarf, þar sem stefnt að því að nýta það rými sem í boði nú þegar, þar sem ólíkir hópar eða félagasamtök geta haldið út í fjölbreyttu starfi auk þess sem í gangi þar nú þegar. Þessi stefna hefur farið aðeins stjórnkerfið og veit ég að haldnar hafa verið kynningar fyrir einhver ráð og fékk bæjarráð kynningu svo á uppfærðri stefnu og aðgerðaráætlun í sumar. En mér líst bara rosalega vel á þessa stefnu og fellur vel að áherslum meirihlutasáttmálans okkar og þar sem sérstaklega tekið fram að frístundastefna verði mótuð með áherslu á tómstundir eldra fólks, félagsmiðstöðvar í hverfum og fjölbreytta afþreyingu fyrir fjölskyldur í bænum. Takk. Kærar þakkir. Orðið laust. Tómstundastefnu Reykjanesbæjar. Það ekki fleiri sem hafa hvatt sér hljóðs og þau sem samþykkja að vísa tómstundastefnu Reykjanesbæjar til seinni umræðu vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt 11:0 og nú mælendaskrá tæmd og ekki fleira sem á dagskrá þessa fundar og fundargerð verður nú lesin rafrænt, yfirlesin segi og undirrituð rafrænt í samræmi við fundarsköp bæjarstjórnar og ég segi hér með 701. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slítið.